Já, eldhúsmeistarana á hérna ferð. Við erum á Vestfjörðum, við erum á Þingeyri. Okkur var sagt frá skemmtilegum stað hérna á Þingeyri og Simbahöllin. Við ætlum bara að vinda okkur í og heyra hvað hún segir. Og þitt nafn er? Jenny. Já, og þú ert frá Danmörku. Já. Heyrðu, okkur leist svo vel á þetta matinn hérna, hann er svolítið öðruvísi og svona. Okkur langar fyrst að spyrja, akkur er þú hér? Menna, hvað ertu búin að vera lengi hérna? Ég er búin að vera 10 ár núna, kaffihúsið 7 ár. Já. Hvernig kom það til? Þetta er svo stórt og mikið hús. Eru þið búin að bara innræta þetta allt sjálf? Já, við keyptum húsið og bara út á húsið. Þetta var tækifæri til að gera eitthvað skemmtilegt. Við fengum bara húsið og lítinn pening. Já. Og þið eru bara búin að gera þetta sjálf með höndum? Já, við erum búin að gera allt upp sjálf. Tók nokkra ár. Nokkur ár, já. En svo var skemmtilegt rými bara hér af því það var verslun. Gamla daga, þetta er 100 ár núna húsið í ár. 100 ára og segja? Já. Og svo niðri er hérna eldhúsið og líka borð þar? Já. Og er íbúð þá í húsinu líka? Já, við búum uppi. Þið búið uppi líka? Já. Stutt að fara í vinnuna? Já. Heyrðu, en segðu mér hérna, þið eru búin að hvernig réði hérna þessu matseðli? Ég segi hérna, það verður svo gaman að fá að smakka þetta á eftir. Belgíska vöfflur, þetta er nú ekkert svo algengt á Íslandi. Nei, maður minn ætla að fá Belgíu. Já. Og okkur langaði að gera eitthvað. Já. Öðruvísi vöfflur. Og það bara, já. Vinurinn kom frá Belgíu og reddaði eitthvað svona tækjum? Já, við keyptum tækið úti í Belgíu. Og uppskriftin líka. Já, uppskriftin. Eða frá Belgíu. En segðu mig, hvað er svona öðruvísi við belgískar vöfflur? Það er svona ger í degið og hérna, það er bara vöfflujarni líka. Það er ekki hægt að gera svona vöfflur í venjulegt. Og er gufa í? Já, það er gufi, já. Í því? Já. Það var snúa og svo verða þau svona. Og degið, það er svolítið þurrt, þetta er svolítið skrítið. Já, og lifandi, út af gerið. Þá er þetta svona lifandi deg. Þetta er æðislegt. Já. Svo eru þau með súpu dagsins. Já. Kallar þetta minestrone-súpa? Þetta er enda sætukartöflur og gúlrætusúpu. Já. En það er líka til minestrone. Við erum að reyna að vera með súpu með kjöt og súpu án kjöt. Já. Alltaf. Og svo þið bakið allt sjálf. Það er súkkulaðikaka hérna og gulrótarkaka. Já. Meira. Svo brauð, ég baka svona brauð, svona uppskrift frá Danmörku, svona gúlrætubrauð sem er mjög vinsælt. Og eru þið með eitthvað annað, eru þið með eitthvað samlokur eða þetta? Nei, það er enda þetta. Þetta er eiginlega svona bara kaffihús? Já, svo er hægt að fá svona brauð með ost og sultu. Ost og sultu? Já. Og þið bakið þetta bara alltaf eftir þetta? Já. Ég kom til ykkar hérna miðjan dag og þú varst bara full að búið til deg og baka brauð. Þú varst bara að taka bara opnuð úr, það er bara allt gert samdags. Já, við verðum náttúrulega að gera það. Það er svo langt í bakari eða eitthvað. Svo er líka bara skemmtilegast að gera eitthvað sjálf. Þetta er langt skemmtilegast að gera þetta svona. Já. Og svo maðurinn þinn, hann er frá Belgíu. Já. Og þið eru með hestaleigur. Já. Hann sér hestaleigun sem er enda, á sumrin, líka kaffihúsi. Og þið eru með 22 ríðandi hesta? Já, eitthvað svoleiðis. Og hvað, takkið þið þá bara hópa og farið með það út? Já, við gerum það. Og er það góð business? Það er bara allt í lagi. Ef það er gott veður, það fer eftir veðrið. Já. En núna ertu búin að vera hérna í 10 ár. Já. Hvernig eru seinustu 3 ár búin að vera? Er búin að vera aukning? Það hefur bara verið alltaf meira að gera hjá okkur. Bara síðan við byrjuðum. Þetta er 7 ár. Já. Seinustu 3 árin meira? Já, bara svona, einlega ekki. Alltaf bara aðeins meira. En í ár, núna eru allir veitingastæðar á Íslandi segja að það hefur verið mikil aukning. Já. Ég þarf að skoða töluna aðeins betur, en það er meira að gera, en það var líka í fyrra, alltaf. Já, en er það sama með hestaleiguna? Já. Það hefur alltaf, og þetta hjálpast vel af? Já, þetta er svona svipað, það er meira að gera. En þú ert frá Danmörku og hann frá Belgíu og akkur er þið hér? Bara flott hús og gaman? Já, bara skemmtilegt, tækifæri til að fá svona gamalt hús og gera eitthvað skemmtilegt. Það er ekki hægt í Danmörku eða Belgíu.
að komast við svona hús. Ég held það ekki. Nei, en ég verð að hrósa þér, þú talar mjög góða íslensku og skilur þetta mjög vel. Takk. Á 10 árum ertu búin að læra svona góða íslensku. Já, það kannski að vera ennþá betra. Já, menn, ég staðhæfi það, ég náttúrulega þekki það, ég er búin að vinna mikið með fólki frá útlöndum og þú veist, það nær mismunandi vel málunu og sérstaklega frá Danmörku. Já, ég hef heyrt það líka. Þeir eru nefnilega með svo, reymurinn hann svo erfitt að ná honum þessum íslenska. Þó að orðaforðin sé ekki mikill, en ég vil að rósa þið fyrir góða íslensku og bara skilning. Núna er að komið að skemmtilegasta partinum, að fá að smakka. Já. Og við erum svo heppnir á INN að vera með, þetta er vinsæll þáttur, þetta sést allt Ísland. Og þetta við erum búin að fara alls staðar á Vestfjörðum, þá fólk veit mikið af okkur sem er með þessar tengingar og það er alltaf verið að meira og meiri tengingar. Já. Og okkur langar alltaf að segja frá hvað er svona skemmtilegi staður og þetta er mjög skemmtilegu staður. Ég get bara staðfest það og mæli með honum alveg svakalega. Segðu mér hvernig finnum maður Simbahöllina? Akkur heitir þetta Simbahöllin? Þetta er skemmtilegt nafn. Já, húsið var kallað Simbahöllin. Áður? Já, af því þessi kaupmaðurinn þarna, Sigmundur, hann var vist kallað Simba. Já, þetta er Simbahöllin? Já. Já. Og þið bara okkur fannst þetta bara skemmtilegt. Já, mjög. Náttúrulega var húsið líka einlega kallað Sigmundarbúð, eða Sigmundarhús, en okkur fannst bara skemmtilegt að hafa svona öðruvísi nafn. Já, en þið hafið opið sem sagt á sumrin. Hvenær opnuðu á sumrin? Nú var eiginlega snemmar í ár, svona endan, ég held við opnuðum 22. maí. Já. En það er alltaf opið frá 1. júní. En kannski fyrr, til endan ágúst, kannski vikur inn í september. En alltaf frá 1. júní til endan ágúst. Og það er að lengjast, að byrja fyrr og hætta setna. Þetta er svona þróun á Vestfjörðum að fá bara fleiri og fleiri gesti. Það er reynda hægt að gera það núna. Ég vissi það margir á Ísafjörði og svona þeir, eins og hann á Flateyri Fischermann, hann byrjar frá páskum og fram í október. Já. Þannig að það verður bráðum svoleiðis hjá þér. Það er kannski snemmað. Það er svona, ef það er snjó og líka það fer eftir hvenær veginn opna fyrir sunnan. Það er rétt. Og líka, við þurfum líka að geta standað í þetta. Við erum náttúrulega að vinna allt sumarið, allan daginn. Og eru þið bara að gera upp þá veiturnar og gera flott? Já, svo varum við reynda að byrja með svona listamannamiðstöð. Já, í svona verkstæði sem við erum búin að kaupa. Og að reyna að gera það á veturinn, að fá listafólk til að koma og vera í smá stund. Gaman. Það er hvað sem við erum að vinna í núna. Heyrðu, nú komum við skemmtilega að fá að smakka. Að fá að smakka í beinni. Getur þú haldið á þetta? Já, skal ég gera það. Svona bara svona? Svona? Já. Að sjá þetta. Það er allir svo, maður verður að fá að sjá þetta og segja frá þessu. Já, það er stórt og mitt maður. Og hvað er þetta hérna? Þetta er rabarbrasultu. Já, sem við erum búin sjálf. Já, sem hefur líka verið mikið vinsælt. Því ég sjóðan aðeins stuttari, heldur en Íslendinga gera oft. Þetta er rosalega flott. Þetta er svona stökkt. Já. Þetta er ekki svona íslensku vöfflurnar. Nei, aðeins öðruvísi. Já, og meira svona. Og þeir eru með alvöru rjóma í þessu. Já. Það er gott. Og eru þið skiptið oft súpu, segið þið? Já, það er nokkur svona tegundur sem ég hefur svona. Og þetta er brauðið? Og brauðið, sem ég baka. Já, alveg bara nýbaka. Og það er svona með svona kortum inni og... Já, svo er reyndar abemjólk í uppskriftin líka, þessi. Svo notar ég svona rúmjöl og heilhveiti. Og það er sólblómafræir og graskæðfræir og gúlvöldur. Þetta er alveg stút, hulta af heilbrigði. Já, það á að vera það. Það sést nú bara langa leiður. Og það er svo bara. Já.
Mild? Já. Ekkert voðalega, þú veist, mikið salt í henni eða neitt bara. Nei. Og það kemur gulrótirnar og sendukartöflurnar alveg í gegn. Stundum með meira chili, stundum minna. Þetta svona fer eftir hvernig. Já, hver kokkurinn? Já. En segðu mér hérna, ég var að segja frá því að við erum svo hefnir á en hvernig finnum maður Simbahöllina hérna á Þingeyri? Er bara að keyra beint í bæinn, stórt hús og... Já, ég held það. Ég er bara alveg út á götu, þú veist, tröppin er alveg... Man sé það bara, held ég. Já, man kemur á Þingeyri, það var ekki hægt að... Missa því? Nei, stór grænt hús við hliðin á bensinstöðum. Hliðin á bensinstöðum. Áhorfendur ég mæli með því að þið komi hérna við á Þingeyri. Þetta er rosalega flott, ég get alveg mætt með þessu og hérna þið bara endilega mætið því þetta er skemmtilegt upplifun. Fallegt hús, góður matur, æði. Takk fyrir. Já, eldhúsmeistarann á ferð Vestfirði. Við erum á ferðinni hérna frá Hólmavík og á leiðinni þá voru okkur sagt frá stað sem heitir Heydalur. Við erum náttúrulega forvittir og náðum bara hérna hólkinu, eða manneskjunni sem er eina af þeim sem að rekur staðinn. Vertin eins og maður segir, eða hvað má kalla þig? Já, það, hérna, já, við höfum engin nöfn á þessu, sérstök nöfn. Nei. Nei. En þú rekur staðinn og nafnið þitt er? Stella Guðmundsdóttir. Já. Og hvað kemur til að þú ert hér? Hver er byrjunin og hvernig kemur til að akkur þú hérna í Heydölum? Í Heydal? Heydal, já. Já, það kemur nú til vegna þess að við keyptum fyrst hérna hinum megin, jörðina hérna hinum megin sem heitir Galtarhryggur og af því við ætluðum bara að rækta fisk og skó og svoleiðis og þá bjó bóndi hér sem við vorum bara mjög ánægð með en hann ákvað að bregða búi og það endaði þannig að við keyptum jörðina af honum því að hann taldi ekki mikið viti að við þar sem vorum byrjuð að rækta bæði ána og vatn hér sem að var sameiginlegt með þessum tveimur jörðum og við byrjuðum að endurnýja íbúðarhúsið og svo fórum við að huga að útihúsunum og hvort við ættum að jafna þeim við jörðu eða hvað við ættum að gera og þá fættist þessi hugmynd. Já, og við erum eins og til dæmis núna, þá erum við stödd í hlöðunni. Já, við rengdum hann 5 metra fram. Og þetta er veitingasalurinn og innaf er móttakan og svo innaf því er eldhús. Já. Og svo hérna fyrir ofan er líka haft að sitja og borða eða? Já, það er hægt ef það verður mjög þröngt hérna niðri. En svo eru herbyggin, það var gamla fjósið og haughúsið sem við byrjuðum að innrétta sem herbyggi. Settum bað í öll herbyggin og síðan byggðum við eina stóra álma hér með 10 herbyggjum. Já, og þá var það samanlagt 19 herbyggi. Með fullkomnu baði og sturtu og klósetti. Já. Þessi hótelstandard. Já, þetta er mismunandi standard á þessum tveimur gerðum sem sé, það eru minni herbyggin í fjósinu og svo stærri herbyggi aftur í nýbyggingunni. Og svo ertu með eitthvað útihús líka í sumarbústaði? Ég er með 2 sumarbústaði, já. Sem að rúma hvað marga? Sem að annar þeirra rúmar 10 manns og hinn rúmar svona 4 til 5. Já, þá er þetta kannski, þá er þetta 40, þetta er kannski 50 manns sem geta gist í einu. Já. Það er nú bara sæmilegu fjöldi. Jú. En þú ert líka með fleiri, meiri rekstur en veitingar og sem sagt hótelgistingu. Þú ert með, hvað meira? Já, við erum með hestaleigu
sem mjög vinsæl og við erum með kajakleigu hérna út á firði þar sem að hérna við róum út í sker þar sem að eru selir og selalátur og stundum eru hvalir þarna líka. Og svo erum við með tjaldsvæði þar sem að hérna gistir dágóður hópur yfir sumarið. Og svo erum við með litla sundlaug og svo erum við með heita potta og svo sagður við maður sem veiði í vötnum líka hérna ekki? Já. Þarf að labba svolítið þangað? Já, en svo erum við með fiskeldi sjálf. Já, og notið það á restaurantum? Já, mjög. Og það gengur vel með það? Já, mjög vel. Búin að vera lengi? Er það frá silungur eða lax? Já, það er silungur sem er þar. Og svo erum við með hérna, svo veiðum við aftur lax í ánni fyrir hóteli. Já, þá bara í neti eða stöng? Nei, á stöng. Já, það má ekki vera í neti eða? Nei, við gerum það ekki. Við erum ómekli veiðimenn hér til þess. Já, þeir veiða nú, hérna gerðu annað eins í borgunum veiði í neti. Það segðu mér hérna, þegar ég fór að ræða við áðan, þá sagður mér og ég vil meina það líka að Norðurljósafjörðin, það er bara ónýttur hérna auðlind. Þú ert byrjað á því að nýta Norðurljósum. Já, við hérna, náttúrulega til þess að fá ferðamenn hérna yfir veturinn, þá vorum við að sækja þá suður og skila þeim aftur, því að það er náttúrulega margir svona rægir við það að aka hér yfir veturinn. Svo við gerum þetta eru 5 daga ferðir með 4 nætur hér, sækjum suður á morgni og gerum úr þessu svona skemmtilega ferðin í Borgarfjörðin líka og kynnum þeim síðan Vestfirði, förum með hérna nágrenni, förum með til Ísafjarðar, Dorgum, förum á skíði eða snjóþrúgur og hestbak og haustinn og þið gerir þetta líka út af því að þið verður náttúrulega að hafa eitthvað að gera yfir veturinn og þetta er svona ykkar ráð og að fá svolítið að gera á veturnar. Já, við höfum svo sem nóg að gera í uppbyggingunni hér. Já. Það vantar ekki, það er nóg að verkefnum. Það salt í gröti, það vantar peninga. Já, en það þarf að hafa eitthvað með sem að gefur líka eitthvað. Já, ég skil. Og þú sagði mér líka að þetta er náttúrulega mest á sömurinn, er það ekki? Jú, flesti ferðamenn koma hér að sömarlægi. Og þú sagði mér að það væri bara oft húsfyllir hérna á kvöldin í mat. Já, það hefur verið það bara mjög mikið núna undanfarið. Oft, jafnvel að fólk þurfa að bíða eftir borði og... Eru þið með svona eitthvað sérstakar mat sem að þeir leggja áherslu á eða eru þið ánað með eða eitthvað hérna úr héraði eða... Já, við erum með mjög mikið, við erum með, eins og ég sagði áðan, þá erum við með fiskeldi. Fiskeldi, já, hann lítur að vera greiða vinsæll. Já, hann er mjög vinsæll. Við erum með lax yfir núna á haustmánuðunum, eða seinni part sumars, sem við veiðum í ánni. Við erum með villisveppi sem við notum í sósur. Við gerum mikið út á líka bláber og ber bara yfir höfuð. Rabarbara og nýtum okkur allt það sem við getum hér í kring og svo höfum við verslað svolítið við bónda hérna yfir á Ströndum með nautakjöt og kindakjöt? Nei, með kindakjöt, já, og svo lunda úr Vigur. Já, þið eru með það? Já. Er það þá hægt að fá hann hérna? Ég er að frétta það, þeir eru með svolítið á matselum hérna á Vestfjörðum. Það er ennþá til svolítið lundi hér? Já, hann hefur ekki farið hérðan. Nei. Nei. Og er hann svolítið vinsæll fyrir? Hann er mjög vinsæll. Já, fyrir útlendingarna og alla? Já, við höfum hann í forrétt. Já, forrétt, já. Já. Reykjum hann sjálf og þú segir mér núna svo gröfum við silungin og erum með í hérna morgunverðaborðið En þú segir mér hérna svona lokum líka að það er komið þó nokkuð á pöntum fyrir veturinn og ert ekki björsina og þetta bara aukist og þetta verður bara gaman að þessu Jú, ég er ekki í vafa um að þetta á eftir að aukast og ef áfram heldur sem horfir að þá
þá kemur þetta til með að ganga og svo sé ég úti, við erum með ref líka og við erum með sem að vekur mikla athygli, yrðling og við erum með talandi páfagauk og við erum með hunda og við erum með hænsni og þetta allt eitthvað sem að svona gaman. Ég var einmitt sagt þetta væri svolítið skemmtilegt og sérstakt hérna Heydalum, þú segir Heydalur eða ekki? Jú. En svona lokum ef að Íslendingar, því nú erum við svo hefnir og ég nenni að það eru svo mikið Íslendingu sem að horfa á stöðuna, við erum ekki með útlendinga og þetta allstaðar í kringu landi sem að fólkið að horfa og Snæfellsnesið fyrir norðan, vestan og austan. Hvar finnur það Heydalinn ef að þú getur sagt svona í stuttu máli ef að þeir var að keyra hérna Vestfirði? Þú meinar á netinu? Nei, hvernig finnur þú bara þegar þú keyrir fram með svona stutt leiðarlýsing til að finna Heydali? Já, það Það myndir að mæla með það, hvernig segir þú frá því? Já, það náttúrulega bara, þetta vel merkt þá. Á kortinu? Já, og vel merkt niður á það sem byggt af, inn Heydal. Og þetta bara, semst, Mjóafjörð. Já, Mjóafjörð, klukkutími rúmur frá Hólmavík. Já. Og hvað lengi frá Ísafirði til dæmis? Já, það svona svipað, við erum svona 1,5 frá. Já. Frá Ísafirði, við erum svona miðjavegu milli Hólmavíkur og Ísafjarðar. Og bara á fínum vegi? Já, það bara mjög góð vegi, vegirnir orðnir mjög góðir á Vestfjörðum. Þó það sem sé ekki malbika inn úr, þá er hefla inn úr og hann alveg í þokkalegu standi. Og þú sagði mér það að þú hefur verið með marga norðurljósahópa og það bara ein ferð sem ekki hefur séð norðurljósin, þannig að þú ert ekki bara þú ert að standa við að fólki sjáu norðurljósin. Já, við vöktum þau næturlegi og vekjum fólk upp. Þetta heilmikið lífilega. Já, til að taka þessu. Já. En við þakkum kærlega fyrir og bara gangi ykkur vel. Já, takk. Takk að þið fyrir. Sömuleiðis.